Já, gjör svo vel. Ég heiti Valdi Sigurðsson að kemur frá Siglufirði. Ég veit þar veitingahús og gistiaðstöðu og við erum nú þrátt fyrir mikla uppbyggingu á Siglufirði þá verður við ennþá end of the road. Ég hef gert mig farin það undanfarin ár að ræða við ferðamenn sem koma til Siglufjarðar á eigin vegum hérna frá Akureyri og þeir eru allir að leita eftir því að komast áfram vestur úr. En þeir segja, sem sagt, eins og við vitum að ferðamenn þeir vilja ekki fara sömu leið tilbaka. Það bara algjört nei. Og okkur vantar alveg tengingu við Sauðárkrók. Því að þessi strætó sem kemur úr Reykjavík, hann fer frá Blönduósi yfir Þverárfjall til Sauðárkróks og þaðan fram í Varmahlíð og svoleiðis yfir Öxnadalsheiðina. Þannig að bæjarkjarnarnir á Tröllaskaganum þeir eru alveg skildir út undan. Þannig að ég legg til að þeir sem stjórna þessu taki þetta til alvarlegrar athugunar. Og eins héðan frá Akureyri og við skulum segja bara þetta Siglufjarðar og þaðan til Sauðárkróks, það hvergi almenningssalefni á þessari leið. Þetta eru mínu athugasemdir í þessu máli. Takk. Við að fá bara næsta Logi, þú ert næstur. Við verðum að hafa mækinn. Fyrir Hvað varðar aðstöðuna hérna í bænum, þá alveg rétt að hún ákveðin að skammar og kannski á kalla hættulega. Það eitthvað sem að menn vilja laga. Þetta eins og að flókið að líka til að sveitarfélögum gert skylt að uppfylla kröfur sem strætó gera. Og það ekki langt að bíða þess að við sjáum nýja umferðarmiðstöð rísa hér í miðbænum sem munu auðvitað leysa þetta mál og tengja þá auðvitað líka landsbyggðarstrætó við innanbæjarstrætó og hugsanlega einhverjar hópferðir. Hitt málið sem ég langaði að ræða, það hérna bara kannski framhald af því sem kom hérna fram hjá síðasta aðila. Það alveg, held ég, rétt nálgun sem kom fram hjá Hjalta að það þarf að líta á þetta eins og lestarsamfélag. Í þeim skilningi þetta ekkert í neinni samkeppni og á ekki verið neinni samkeppni við innanlandsflugið. Innanlandsflugið flugur til 2 punkta á meðan að strætó samgöngumáti sem tengir margar hlekki og litla staði saman og tengir nær samfélagi okkar. Forsenda þess að við munum dafna hérna á Norðausturlandi, það að við eigum gott samstarf allir þessi byggðarkjarnar og við sjáum þetta ágætlega á myndinni þegar þegar skoðað umferð til Siglufjarðar, hvernig hún eykst á vetur og væntanlega það góða samstarf sem að verða á milli bæjarfélaganna til dæmis í menntavöld. Þannig að þetta afar brýnt að við horfum á þetta líka út frá fleiru heldur bara ferðaþjónustunni þó hún sé gríðarlega mikilvæg. Þetta líka þjónusta sem að tengir okkur íbúar á öðrum svæðum saman. Takk. Viljið þið bregðast við? Já, varðandi þess að stoppustu hana. Þetta verðist vera voðalega heit kartöfla því að eftir því sem að ég veit best og eftir að ég kom til sögunar þá hefur við gert ítrekkaðar athugasemdir við að hún sé svona en það hefur ekki orðið við þeim því að við gerum ekki kröfur það að það sé út á miðri götu sko. Alls ekki. Við viljum bara að öryggi sé fyrir rúmi en það auðvitað sveitarfélaganna og skipulagsyfirvalda að gera þetta bara í samræmi og lög og reglur sem gilda. Þannig að það engar sérstakar kröfur frá okkur endilega að hún eigi að vera svona. Þórir. Fundarstjóri, ágætu fundarmenn og góðir framsögumenn. Þórir heiti ég Garðarsson og stjórnarformaður Greyline. Við erum tiltölulega stórt samgöngufyrirtæki á Íslandi og ferðaþjónustufyrirtæki.
Við höfum líka rekið almenningssamgöngur. Í 10 ár vorum við með almenningssamgöngur á Vestfjörðum, öllum Vestfjörðum, sem sagt bæði í Vesturbyggð og Ísafjarðarsýslu og tengdumst sem sagt Baldri á annan veginn og svo áhaldabílnum Reykjavík á hinn veginn. En ég ætla ekki að fara í það, en það samt alltaf gott að skoða svolítið söguna hvernig hlutirnir hafa verið hérna áður. Byrjum á byrjun. 2010 lét Ögmundur Jónasson gera könnun á því hvort að almennir sem sagt svona ferðaþjónustuaðilar, rútueigendur, sérleyfishafar sem hefðu sinnt samgöngum á Íslandi í yfir 50 ár með ágætis þjónustustigi, vildu taka að sér samgöngur á Íslandi án greiðslu. Það var gerð könnun á þessu og síðan var það niðurstaðan, þess að könnun var stungið undir stól, það aldrei sést, en okkur er sagt að það hafi ferðaþjónustuaðilar hafi boðist til að sjá almenningssamgöngur á helstu stofnleiðum án greiðslu úr ríkissjóði. Og það er kannski það sem við hefum viljað sjá, að það væri bara hreinlega samkeppni á stofnleiðum eins og til dæmis bara hringveginum, en síðan myndir sveitarfélögin þá tengja sig þar inn á og nýta þá þessa takmarkuðu fjármuni sem að ríkisvaldið setur í almenningssamgöngur á Íslandi til þess að styðja þá frekar við þjónustuna í jaðarbyggðum. Og þess vegna er það spurning mín til þingmannsins, hvort að hann muni beita sig fyrir því kannski að láta Vegagerðina finna þessa könnun sem þið gerðu, draga hann upp á yfirborðið og sýna okkur hvað var í gangi. Ég er ekki að segja að það verið spilling, en þetta var ekki góð vinnubrögð. Og við skulum líka hafa það í huga að eins og sást hérna kortun áðan, það er gríðarlega framboð sem er á hendi einkaaðila án greiðslu ríkissjóði til þess að sinna bæði ferðamönnum og almenning. Síðan er með eina spurningu til Jóhannesar sem kom mér virkilega óvart að vaskumhverfið að vera ekki inn í vaskkerfinu kæmi illa út fyrir þau. Ég veit bara hvað það er mikil áhrif á reksturinn hjá okkur. Það er ekki spurning að vaskurinn leggst mjög þungt á fyrirtæki sem eru með á milli 40 og 50% launakostnað í sínu rekstri sem er ekki innskattsbær og síðan er sennilega svona 10-15% harti viðbóta kostnaðin sem er ekki innskattsbær. Þannig að innskattur á móti útskatti, þarna er bara stór munur á milli. Takk fyrir mig. Vil ég ekki bregðast við þessu? Og ég bregðast við þessu. Ég bara hef ekki heyrt af þessari könnun sem að Ögmundur lét gera og ég get nú svo sem grennslast fyrir það inn í innanríkisráðuneyti hvar hún er. Þetta er fyrsta skipti sem ég heyri hana, en það er eitt sem að mér finnst kannski vanta í þessa umræðu og það er að þegar var farið af stað með almenningssamgöngur í fyrsta skipti á Íslandi, þá var þetta fyrst og fremst hugsað út frá höfuðborgarsvæðinu. Og við erum einfaldlega í dag að rekast á svo margar hindranir þegar landshlutasamtökin eru af tiltölulega veikum mætti að reyna að koma á stofn kerfi sem að skiptir gríðarlega miklu máli. Og það er alveg rétt sem kom hérna fram hjá Valgeir, að hringtengingar skipta öllu máli þegar við erum að fjalla ferðamannastraum. Þess vegna höfum við verið að setja fjármuni í Dettifossveginn til þess að klára þennan svokallaða demantsring. Og maður heyrir þá á norðausturhorninu að ferðamenn þeir fara niður til Vopnafjarðar, og nú er ég að tala Akandi, en fara ekki lengra vegna þess að það vantar einfaldlega bundið slitlag. Og ég held að við þurfum að horfa á þetta þannig að þegar við búum við þessa miklu aukningu ferðamanna og þennan nýjan veruleika, við erum með stæðstu atvinnugrein landsins undir, að þá verðum við að fara að bæta, held ég, töluvert í almenningssamgöngur og hugsa þær upp á nýtt. Og bendi bara á það sem að Geir kom inn á hér áðan. Ég held að sé alveg rétt og í rauninni mikið umhugsunaratriði af hverju við tryggjum ekki almenningssamgöngur frá flugvöllunum. Og ábendingin einmitt að það er alveg sama hvað kemur annars staðar. Þetta er hvergi svona. Þannig að það er mikið verk framundan, verð ég að segja. Já, varðandi hérna vaskinn þá er þetta alveg hárrétt sem Þórir segir að stór hluti útgjalda í svona business er náttúrulega laun
En það vildi bara svo vel til að við vorum í desember, enda nóvember og byrjun desember að semja svo kallar akstursútboð og þá var sem sagt að breyta aðferð í miðri á vegna þess að það breyttist skilgreining á því að almenningssamgöngur átt að vera inn í þessu en fóru síðan út úr þessu. Verðin sem við sáum áður en að almenningssamgöngur fóru út úr þessu voru það bil 3-5% lægri heldur en við sáum eftir að það var hætt við þessa aðgerð að almenningssamgöngur fjalli undir ferðaþjónustuna. Til viðbótar það líka að ef ég kaupi eða ef ég keypti landsbyggðarrúta sem þá verktaki að hann fær ekki að taka innskattinn af kaupurðinni en ef Þórir kaupir rútu þá fær hann að taka fyrir ferðaþjónustuna þá fær hann að taka innskatt af því. Þannig að það var nú það sem ég var að tala um að það er ekkert gríðarlegur munur á sig en við sáum alltaf hann að svart og hvítu lægri verð áður en að menn spóluðu tilbaka og sagði að almenningssamgöngur ætti ekki að vera undir þessum virðisaukaskattsbreytingum sem urðu síðustu áramót. Já, sko, ég þekki ekkert skýringuna, sko, ég allavega er persónulega fylgjandi því að almenningssamgöngur verði látnar að bera vask, bæði útskatt og innskatt. Þannig eru nágranna ríkin okkar á Norðurlöndum að framkvæma þetta eða að ganga inn í og skoða þannig að ég held að við ættum að gera það líka og einfalda þar með virðisaukaskatt umhverfið ennþá meira. Sigurður, gjör svo vel. Já, Sigurður Hermansson heiti ég. Það kannski 2 atriði sem að mig langar að forvitnast hjá Jóhannesi. Þá sýndi hann okkur niðurbrot þarna á farþegafjölda á leið Suðurlandið þegar hann sýndi leið 57 ef ég tók rétt eftir þá kom bara leggurinn Reykjavík Akureyri áttu ekki niðurbrot sem að til dæmis mismunur á það sem að fer yfir Holtavörðuheiði og áfram. Það myndi skýra myndina dálítið að kljúfa þetta aðeins meira upp. Varðandi umferðarmiðstöð og annað, þá get ég nú sagt að ég starfaði hér sem umferðarstjóri í 15 ár í varðandi flug og þar var unnið á þeim tíma sem að ég var þar að stækkunarmöguleikum Akureyrarflugvallar og þar var verið að vinna að möguleika á umferðarmiðstöð þar og einmitt að Strætó væri þar með sína endastöð og gengi á milli Akureyrar og Reykjavíkur. Og ég held að menn ættu ekki að útiloka þetta og fylgja þessu eftir. Þetta tiltölulega hagkvæmt að mörgu leyti. Þar aðstaða til þess að þjónusta varðandi miðasölu og veitingasölu og annað. Og ég vil endilega að menn skoði þennan valkost. Takk fyrir. Edvard, ef að fá spurningar á þér? Ekki svara kannski. Okay. Viltu svara strax? Já? Já, mér alveg hvernig við þetta. Gjör svo vel. Það varðandi niðurbroti þá held ég að komi fram í kynningunni hjá mér að þetta eru handvirkatalningar sem munu breytast núna í mars og þá munum við geta séð niðurbroti eftir leiðum. En í dag getum við bara séð hvað margir farþegar hafa keypt far í leið 57 en ekki hvar hann fer út. Teljum ekki hvar hann fer út í dag en það mun breytast. Samgönguþings gestir Edvard Hæfnins heiti ég. Mér langaði nú bara að koma með svona vangaveltur líka inn í þessu umræðu. Fyrsta lagi hvað varðar Strætó og almenningssamgöngur fyrir íbúana og síðan versus ferðamenn. Ég vil svolítið vara við því að menn hugsi þetta svona. Gestir okkar til landsins, þeir eru raun það sama hvernig við skoðar tölur ferðamál allt land og hvaða fyrirtæki sem allir gestir þeir eru að efla rekstrargrunn fyrirtæki.
Þannig að þetta er bara rjómið í kökunni, þetta er bara það sem smyrst ofan á allt sem við gerum. Og þeir ættu í raun rétt eins og erlendir gestir bera fullkomlega upp millilandaflugið hingað til lands, fram og tilbaka og gera það verkum að við veljum bara fyrir 40 áfangastöðum á hverju móti til Keflavíkur, ef við komumst þangað, með góðum móti. Með nákvæmlega sama hætti ættu að geta borið upp í gríðarlega öflugt innanlandsflug hérna og gríðarlega öflugar almenningssamgöngur. Hvernig svo sem rekstrarformið síðan á þeim svo ég þekkir til fleiri. Nú, þannig að bara svona vara við þessu, veitingastæðin, við veljum hérna fjölda veitingastæð á hverjum degi í febrúarmánuði á hérna á Akureyri, bara út af því við erum með gesti sem efla rekstrargrundir og svo framvegis, saman hvort að skoða tölvundir. Hvað varðar síðan verkefni sem að Hjalti var að nefna þarna, þetta Transport and Tourism sem var svona norðurstofaverkefni. Einn afraksturinn af því var svona svo kallað Journey Planner, eða sem sagt svona ferðaskipuleggið á netinu sem er svona einhver vísir að þeim strætó, sem skotaði hönnum. Og þar var hugsunin nákvæmlega þessi, í svæði Highlands and Island Enterprise, sem er hérna norðurslóða Skotlands, að nýta samgöngurnar, fá ferðamenn inn í þær, með því að gera aðdráttaröflin og áningarstæðina sýnilega í leiðarkerfi strætóflugna og almenningssamgöngum. Og þetta er ægilega flott kerfi sem þeir kom og það var afrættur úr þessu verkefni, heitir Journey Genie, þið getið googlað það, Journey Genie, og hérna virkar skemmtilega vel þarna í Skotlandi. Og er einmitt hugsað fyrir aðstæður eins og hér er. Og svo kannski rétt að lokum bara varðandi hérna flugvallarmál og tengingar, ég alveg tek heilsugar undir allt sem það kom þarna fram hjá Geir, og þess að ég er nú einn af þessum notendum almenningssamgangna að jafna því og reyna að nýta með það. Og meðan þessi síðustu viku fór ég með 55 á Leifsstöð til að koma til Ítalíu. Þetta er bara frábært. Með sjódýrar flugutara, pínlítið, með þessu stoppaði við háskóla, mjög þægilegt. Eitthvað er ég nú að þvælast inn í bæjarmálum nefnilega og fyrir einmitt hérna, allir ekki 4 ár síðan, þá fekk ég að setjast inn í bæjarmál og þá kom ég með tillögu það að við færum á ítæfti strætó inn á flugvöll og ég náði að koma því við að þær sett upp skilti á flugvöllinum sem ástæði 800 metrar í næsta stopp, þar séum við Skautahöfn. Skiltið er ekki að það komið, en þetta var sem sagt þangað sem við ætluðum að fara með það mál. Ég er ekki ánægður með það og ég held að við eigum svolítið í land með þetta. En ég tek undir með Geir, ég held ég hafi ekki komið á þann flugvöll þar sem er ekki tengdur í almenningssamgöngum og við skulum athuga það, ég er ekki að tala um stóru flugvöllin í Örn, ég er að tala um sko út í jaðri raskatsflugvölli sem ég er að þvælast á norðurslóðum. Þá fer ég að loka mælendaskrá, við höfum 3 eftir, en viljið bregðast við þér? Já. Já, því að maður kannski að tala um, því að það var að tala um Journey-planir hérna, að við erum sem sagt að uppfæra gögnin okkar í svo kvöldi GTFS-gögn sem er sem sagt Google-gögn ykkur og þá ætti sem sagt public transport að koma inn á Google Maps. Það eru svona hnappar fyrir þá sem hafa notað Google Maps erlendis og það getur valið að labba, bíl eða transport og ef að þetta gengur vel hjá okkur sem að vonandi gera þá ætti sem sagt þá all leiðakerfi public transport að koma inn á Google Maps vonandi fyrirluta þessa ás undir hnappnum transport og þá átt að geta valið hvert þú átt að fara hvert og þá koma möguleikarnir upp allan ef ég skil þessa tækni rétt. Kristinn? Já, sælum Kristinn Reymússon heiti ég og kem frá Fjallabyggð. Ég ætla nú að fylgja eftir athugasemd Valgeirs hér í upphafi og varpa fram bara spurningu, stendur eitthvað til að laga samgöngur á milli Fjallabyggðar og síðan vestur til Sauðárkróks. Síðan ætlaði ég nú að spyrja út í þessa tölfræðin en svo sem búin að fá svar við því að það er niðurbrotin ekki hægt að fá. En langar þá samt að spyrja hvað réði því uppfallega að íbúar á Fjallabyggð hafa ekki tækifæri til að ferðast hér inn til Akureyrar á Laugardögum, einu sinni á sunnudögum eins og kom fram hér í einu erindi. Takk. Já, ég get bara eiginlega ekki svara þessu. Þetta er eiginlega sko, við erum að vinna náttúrulega fyrir landshlutasamtökin. Þau ákveða í samræðu þá við okkur hvernig hlutin eru gerðir, þannig að ég sé að hann er staðinn upp þarna. Vill örugglega fá svara þessu? Ég ætlaði ekki að gera það, ég get gert það. Þannig bara háttar til að meðgjörum, eins og Höskuldur kom inn á, hún var í rauninni upphafi það ósanngjarnt að við eigum bara fullt í fangi með að sinna þessari þjónustu sem þó erum að gera og erum bara algjörlega á nippinu að ná upp í núlinu. Þannig að ég sé ekki fyrir mér ef að menn gerir einhverja grundvallar breytingar á stuðningi við almenningssamgöngur að við getum farið út í þessa leið og ég skilji svo sannarlega á einn þörf þeirra.
Mér langar aðeins að bregðast við í sambandi við umferðarmiðstöð, flugvöllin, tengingar í strætókerfinu. Ég þekki alveg eins og Sigurður ágætlega að þessi áform sem voruð uppi þá, þau voru miklu stærri heldur en við erum að tala um og þurfum hér í bænum. Þar vorum við að tala um 15 til 2000 fermetrar, þegar fyrst og fremst vorum við náttúrulega að 11 minnum. Menn vorum fyrst og fremst að hugsa uppbyggingu þá fyrir líka millilandaflugið og það átti að kosta það hluta með umferðarmiðstöðinni. Umferðarmiðstöðin sem nú komin á dagskrá og verður byggð á næsta og þarnæsta ári á Akureyri, hún ekki um 200 fermetrar og sinnir bara því sem við þurfum að gera. Menn með að líka hafa það í huga, menn er að tala um tengingar á almenningssamgöngum inn á flugvelli, að forsenda fyrir því að tíðni leiðarkerfisins innan bæjar sé með þeim hætti að ef að flugvél seinkar um 5 mínútur að menn standa ekki sem strandaglópar í 1 klukkutíma og bíða eftir næsta vagni. Við erum að endurskoða leiðarkerfið og það verður auðvitað þá skoða hvort að við getum tengt þetta flugvél. Og í þriðja lagi, að ég nefndi Siglufjörð á það sem að gerir þessar almenningssamgöngur svo mikilvægar fyrir okkur, og ég alveg sammála Edvard að túrismin hjálpar okkur svo sannarlega að gera þetta mögulegt. En við erum að horfa núna á gríðarlega uppbygging á Húsavík, góða tengingu í gegnum Vaðlaheiði. Við sjáum að Húsvíkingar eru farnir að auglýsa Húsavík sem háskólabæ. Það mun styrkja Húsvíkinga gríðarlega að geta boðið fjölskyldum upp á að flytjast og búa þar og börnin þeirra eða maki á möguleika á því að keyra á mótnana inn eftir og sækja nám til Akureyrar. Þannig verður þetta svæði nógu sterkt til þess að standast yfir mótvægi eða stærðar ójafnvægi við höfum. Þetta er ótrúlega mikilvægt mál og ég ætla að biðja mennsku að sýna þolinmæði, þetta tekur tíma. Það er Árni. Hvað sér, Árni? Það var neðarstáttu Akureyri, allir hringum Akureyri. Já, og gestir Árni Gunnarsson heiti ég frá Flugfélagi Íslands. Ég ætla aðeins að spyrja Höskuld út af því að hann fór að ræða verðlag á innanlandsflugi og kannski aftilega að það komi fram að meðaltali verðlag á innanlandsflugi þannig að á leiðinni milli Reykjavíkur og Akureyrar 15.000 krónur, einhverju borða eitthvað meira og einhverju minna. En það var gerð skýrsla, því að hún er nú svona nær í tíma. Það var vinnuhópur sem var að störfum undir formennsku þingmanns, Valgerðar, man ekki dóttur, hverst dóttur? Unnarsdóttir. Já, og í henni sátu meðal hans fyrirmændi fjármálaráðherra og fleiri sem að gerðu skýrslu sem við skiluðu til innanríkisráðherra í júní á síðasta ári hvernig mætti og leiðir til að lækka gjöld á innanlandsflug. Og ein leiðin inn í þetta var að auka greiðslur sem að ríkið leggur til Isavia að reka innanlandskerfið. Isavia er að vinna á þjónustusamningi sem reyndar gengur oft erfiðlega að koma heim og saman samkvæmt því sem var heyri frá Isavia. Ég held að sé nýbúin að skrifa undir samningi fyrir 2015 en sem sagt 2016 held ég að sé ekki komin ennþá en ég veit á leiðréttur ef ég mann þetta vitlaust frá því fundinum á mánudaginn. En ein leiðin var sem sagt að auka framlög ríkisins til Isavia til þess að geta rekið innanlandsflugkerfið án þess að flugrekendur þyrftu að borga til þess. Þetta væri 400 milljónir sem þyrfti að bæta inn í greiðslurnar inn í þjónustusamningin við Isavia og þannig væri hægt að lækka gjöldum 10–15% í innanlandsfluginu. Þessi skýrsla henni var skilað inn til innanríkisráðherra í júní á síðasta ári. Næsta sem að heyrist af fjármögnun innanlandsflugskerfisins er að það er ekkert að koma í viðhald á kerfinu á þessu ári en þó nást síðan í loka útgáfu fjárlaga að það séu settar inn 300 milljónir. Þörfin er 600 milljónir í viðhald á kerfinu. Og svo núna á mánudaginn þá voru okkur kynnt notendum innanlandsflugskerfisins að það er hækkun á ákveðnum liðum
Isavia á milli 5 og 10%, en svona meðaltalshækkunin eitthvað 1-2%. Hljómar ekki mikið, en auðvitað í vitlausa átt með það sem lagt var upp með í þessari vinnu nefndarinnar í fyrra. Þannig að það spurning mín til Höskuldar bara einfaldlega svo, hefur þessi skýrsla eitthvað verið notuð, þessi vinna, og einhverjar hugmyndir í alvöru að lækka álögur á innanlandsflug? Já, takk fyrir þetta. Það rétt. Það var settur á laggirnar starfshópur sem að fóra aðeins ofan í saumana á því hvernig hægt væri að lækka miðaverð innanlands vegna þess að það er of dýrt. Það er einfaldlega of dýrt og við vorum í kjördæmaviku daginn þar sem að við fórum allt kjördæmi og heyrðum svona í fólki og innanlandsflugið og hversu dýrt það er með því fyrsta sem að fólk nefnir. Þegar skýrslan kom fram að þá kom í ljós að álögur í rauninni ekki nema lítið brot af miðaverði og það kom okkur mjög spánskt fyrir sjónir að þau gjöld sem að ríkið setur á eitthvað í kringum 1600 krónur á einasta flugmiða. Það er alveg rétt hins vegar að okkur hefur skort fjármagn í samgöngumál almennt. Það var ýmislegt tekist og við höfum náð til dæmis að setja efnið hér úr Vaðlaheiðargöngunum í flughlaðið. Það er að segja, byrja á því verkefni sem hefur aldrei verið inn á samgönguáætlun og Isavia hefur svolítið streyst á móti því að vilja setja efnið þar. Síðan eru nú ýmis skakkaföll sem hafa orðið í Vaðlaheiðargöngum sem har gert það að verkum að þetta hefur dregist og framkvæmdir austanmegin í heiðinni munu kannski gera það að verkum að eitthvað af efninu kemur þaðan út en það er annað mál. Við munum koma flughlaðinu inn á samgönguáætlun. En ég hef áhyggjur af þjónustusamningi við Isavia og það er alveg rétt að Isavia hefur talað að það vanti eitthvað 600 milljónir. Fjárlaganefnd lagði það hins vegar til á sínum tíma fyrir 2 árum síðan að hluti af hagnaði Isavia sem hleypur ekki á tugum eða hundruðum heldur milljörðum af millilandafluginu sé nýttur í innanlandsflugi. Það er algjörlega fráleitt að mínu mati að fyrirtæki sem að ekki bara með þennan hagnað á hverju ári út á millilandfluginu heldur ætlar að fara í tugmilljarða uppbyggingu í Keflavíkurflugvelli geti ekki nýtt þann hagnað í uppbyggingu á innanlandsfluginu. Og fjárlaganefnd lagði það til en það gekk nú kannski ekki alveg sem skildi en fyrir rest náðum við nú fjármagni. Og það er svo sem ég get tekið undir það. Ég hef miklar áhyggjur af þjónustusamningnum, það er að segja þessari 5-10% hækkun. Mér finnst hún skjóta skökku við þegar menn ætla að fara í þessar gríðarlegu framkvæmdir sem virðast miða að því að innanlandsflugið verði langan aldur, nánast millilandaflugi verði allt í gegnum Keflavík. En ég tel það raunhæft að við setjum meira fjármagn í innanlandsflugið og reynum að lækka miðaverð og vonandi kemur bara flugfélagið með okkur af heilum hug í þá vinnu. Ég hef ekki trú á neinu öðru. Já, fáum alla góða menn með okkur í liði, alla sem geta þokað málum eitthvað áfram. En ég held að það sé raunhæft og ég held við eigum að tala það og fyrst ég með orði, þá langar mig að nefna eitt. Forsenda fyrir almenningssamgöngum, það er að segja að þessum samningi sem hann gerði við sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu var að í 10 ár yrði ekki farið í stórframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Þess í stað yrði þessi milljarður, eða sem var svo að 900 milljónum, settur í almenningssamgöngur eða strætó og höfuðborgarsvæðinu en það er ekkert framkvæmt. Nú heyrist frá þessum sveitarfélögum að sjálfsögðu segi ég að það verði að fara í framkvæmdir eins og við Hafnarfjarðarveginn og annars staðar. En þegar menn ætla þá að brjóta upp þetta samkomulag þá hljótum við að fara að spyrja okkur hvort að við eigum ekki að krefjast aukins fjárframlags út á land og líka að innanlandsflugi sé tekið inn í. Ég held að það hljóta að vera framtíðin og ég veit að það stendur til í innanríkisráðuneytinu
auka við það fjármagn sem kemur hér í almenningssamgöngur, svo kallað hefur verið eftir. Herri, gjör svo vel. Við fundamenn að svona stytta mál sitt núna, þannig að við komast í kaffi. Gjör svo vel. Ég skal hafa þetta mjög stutt. Það kom eiginlega mikið fram frá Edvard, það sem ég ætlaði að segja. En ég hef bara spurning til ykkar sem þið getur unnið með. Hvernig sjáu þið að við ferðaþjónustu aðila eigum að vinna með ykkur? Og þá er að styðja Geir Gísla mjög mikið með síðasti myndin sem hann sýndi. Eins og þá ég ekki að benda á strætó núna. Þegar mér finnst ekki mögulegt á vetrartíma að láta gestina mína fara í strætó sem lítur út eins og buss frá Berlín, þar sem ég kemur upphaflega frá. Og ég mynd samt gjarnan benda á. Mér finnst frábært að hafa vetrarsamgöngu og ég mynd gjarnan styðja það að hafa strætókerfi. En eins og þá ég bara frekar að benda á samferðar.is en á strætó. En alls ekki það meiningin minn. Ég mynd gjarnan vera upplýsingar aðila ykkar. Takk fyrir. Þau ekki fá bara síðustu, það eru 2 eftir. Það er hérna fyrir aftan, Miriam. Það er ekki að... Já, ég var meila þannig að sjálfur út af. Já. Spurningin fyrir ég ætlaði aðeins að minnast á 2 atriði. Það var innanlandsflug, en það svo sagði sjálfur að ég svo sterk að rödd heyri ekki allir vel í mér. Það er náttúrulega fráleitt að tala það sem almenningssamgöngur vegna verðsins að skuli vera dýrara að fljúga til Reykjavíkur heldur en frá Keflavík til Hamborgar. Og svo er það líka spurning í mínum huga hvort það sé endilega rétt fyrir okkur landsbyggðarfólk að vera alltaf að berjast við það að láta hennar Reykjavíkurflugvöll vera á sínum stað. Er það ekki jafnvel skynsamlegra fyrir okkur að fá bara skóðar samgöngur til Keflavíkur og þar með beina tengingu til útlanda? Og við þurfum ekki að vera að fælast þetta í einhverjum gistiheimilum í Reykjavík þess að sé hægt að komast til útlanda. Þetta er held ég allavega hugmynd sem er þess verði að hugsa og setja ekki svona fastir í þessu Reykjavíkurflugvelli til einhvern tíma fer hann alveg örugglega. Og þetta er náttúrulega skilið því að sé þá góða samgöngu frá Keflavík og inn í Reykjavík sem eiga helst ekki vera meira heldur en 30 mínútur. Því það er nú bara normalt aðstæður í heiminum að séu 30 mínútur frá einhverju flugvelli. Já, gott ef það eða nærð í sko. Eða ef það ekki alltaf víðast hvar meira heldur en það af flugvelli og jafnvel þó þessi innanlandsflugvöllum og inn í miðbæinn eða höfuðborginu hjá okkur. Og svo var hitt málið með strætó. Margt örugglega ágætt og ég er búinn að fara oft sjálfur með strætó til Reykjavíkur og góð samgöngu möguleiki ef maður hefur nógan tíma. Kannski vagninn, hægindin í vagninum á þessari okkur löngu leið ekki það sem hann ætti að vera. Ég var farið með strætó eða strætisvögnum á milli bæja líka út í Evrópu og það mun þægilegri að draga úr því. En það finnst mér vera svolítið fornöldalegt kerfi, þetta greiðslukerfi á strætó, að ferðamaður í Reykjavík skuli ekki geta borgað með 500 krónur seðli og fengið tilbaka eða að menn skuli vera ennþá að nota þessa miða sem eru algjörlega sko í forneskjunni. Ég man eftir því hérna fyrir 70 eða 65 árum þegar strætó kom til Akureyrar þá voru þessi miðanotaðir og settir í einhvern dall svona þegar maður kom inn í vagninn og þetta er ennþá í gangi. Stytta mál okkar aðeins. Við eigum eftir eina spurningu enn. Ok, ég er að reyna að stytta þetta. Þetta held ég að þurfa að bæta og eins held ég líka að bæta áætlunina hérna á Akureyri. Það er eiginlega sko ég er búinn að búa hérna í 3 ár núna og það er næstum því ómögulegt að henda reiður á því hvenær strætó fer. Yfirleitt er það alls staðar annars staðar þannig að hann fer á einhverjum ákveðnum föstum tímum, einu sinni á klukkutíma eða 2 klukkutíma, en hér er þetta mjög erfitt að henda reiður á þessu en ég er nú því sem betur fyrir komin í hún að eignast svona smartphone og ég get slegið upp á því það. Takk fyrir. Heri, takk fyrir þetta og þá er að Trausti með síðustu spurninguna og ég gef ekki það svona. Trausti byrði að vera fljót orður líka. Ég heiti Trausti Sveinsson úr Fljótum. Ég þakka fyrir góðan fund.
En ég vil koma inn á það sem ég voru að tala hérna, það tengingin frá Sauðárkrók til Akureyrar út fyrir Tröllaskagi. Það gríðarlegt hagsmunamál og ég skil ekki uppbygginguna í byrjun að skuli ekki sú tenging hafa verið sett á strax. Því að á þessari leið eru 5 kaupstaðir. Það Sauðárkrókur, Siglufjörður, Ólafsvíkur, Skagfirðir, Akureyri. Og hvers vegna ekki tengja þetta saman? Þetta er svo gríðarlega þýðingarmikið, bæði við ferðamenn og okkur heimamenn, ekki síst. Ég lenti í alvarlegu bílslysi á Holtavík fyrir 5 árum og ég ætla að gera alltaf ekki gera að mínu máli að berjast fyrir strætó þessa leið frá Sauðárkrók til Akureyrar. Því að við eldri menn eins og mig og fyrir þetta gríðarlegt hagsmunamál að þurfa ekki að keyra sína jeppabíla eða sína snjóbíla eða með stórum teklum til Reykjavíkur í áveitsóli sem að þarf eiga svolítið jafnla í nótunum. Þetta er bara hvort að við fyrir þúsund, bara ólífið kostnaður. Þetta er gríðarlegt atriði, hagsmunamál fyrir eldri borgara og alla sem er á svæði að sé góð að geta notað strætó. En þessi tenging frá Sauðárkrók til Siglufjarðar verður að koma til allra fyrst. Það þarf ekki verið mjög lítið kálur því að strætó til Siglufjarðar og svo þarf að tengja með öðrum bíl og geta tengt í strætó frá Akureyri. Strætó var frá Akureyri norður fyrir, það er lengri í tíma. Herri, takk fyrir þetta Trausti. Ég held að spurningin sé komin. Mér heyrist að síminn sé að hringja hjá Jóhannesi, við þurfum að fara að hleypa hann úr pallborði til að svara. Og viljið þið bregðast við þá, þessum 3 síðustu? Já, gjörðu svo vel. Já, kæra þakkir og bara kæra þakkir fyrir, ekki bara spurningar, heldur líka ábendingar og vangaveltur. Ég held að það sé mjög mikilvægt að þær hafi komið fram og gott veganesti fyrir okkur inn í samgöngunefnd og Alþingi næstu misseri. Aðeins varðandi Reykjavíkurflugvöll. Þegar Bretar ákváðu að innanlandsflugvöllurinn eða Reykjavíkurflugvöllur ætti að vera það sem hann var hann gefinn öllum Íslendingum. Hann var ekki bara gefinn höfuðborgarbúum, hann var gefinn öllum Íslendingum og síðan hefur það verið samfélagssáttmáli að stjórnsýsla, heilbrigðisstofnanir, menntakerfi, það er að segja okkar æðstu stofnanir hafi í rauninni byggst í kringum flugvöllin. Það var ekki þannig að flugvöllurinn var settur þarna fyrst og síðan komu stofnanirnar. Það var hins vegar hluti af samfélagssáttmálunum vegna þess að hvort sem okkur líka betur að vera, þá styðsta leiðin, til dæmis á Akureyri, Ísafirði, Egilsstöðum, hún til Reykjavíkur með flugi. Það mun styttra að fara til dæmis með flugi til Reykjavíkur heldur en það að fara milli Akureyrar og Egilsstaða. Það var miklu þægilegra. Og þegar við horfum upp á það að öll stjórnsýslan, þessu stóru stofnanir okkar, Landspítalinn og Háskólinn eru í nágrenni Reykjavíkurflugvallar, að þá það ekkert létt mál að segja að hann eigi bara að fara. Vegna þess í mínum huga þá fer hann ekkert annað heldur en til Keflavíkur. Og ég lít þannig á að þó að ég vilja sjálfsögðu að hafa flug beint frá Keflavík til Akureyrar eins og við flest, að þá held ég einfaldlega að veruleikinn verði þannig að fólk muni þá frekar keyra. Vegna þess að tíminn á milli þess að fljúga til Keflavíkur og taka þá einhvers konar lest sem verður til einhver tíman í framtíðinni, hún nú eitthvað að kosti kringum 100 milljarða, vek athygli á því, jafn mikið á hátækni sjúkrahúsið okkar, að ég held að fólk ákveði þá frekar að keyra. Þannig að innanlandsflugið mun leggjast af. Og þá skulum við líta til skýrsluna sem að innanríkisráðherra lét gera. Innanlandsflugið í dag þjóðhagslega arðbært. Það margborgar sig fyrir land og þjóð að halda uppi öflugu innanlandsflugi. Og ég bara ekki sammála því að flugvöllurinn muni fara. Ég ekki sammála því. Og ég segi þá, ef hann á að fara, þá skulum við að minnsta kosti tryggja það
að allir landsmenn eigi fulltrúa þegar sú ákvörðun er tekin, að sú ákvörðun sé ekki tekin af fulltrúum höfuðborgarinnar einnar í blóra og gegn meirihluta ekki bara allra landsmanna heldur líka meirihluta íbúa í Reykjavík. Takk fyrir. Kannski að því að það rækta þessu greiðslumarkaðisrétt og að það er alveg árétt að hann er mjög gamaldags, en langtíma svona plönin eru að breyta þessu. Ekki búið að slaka á upptökudaginn, en þetta er svona kerfi sem að vinnur á móti kerfi. Þetta er svona, þú veist, sveitarfélaginu og höfuðborgarsvæðinu nota miðakerfið til þess að styðja við velferðarkerfið í sveitarfélagunum og við höfum lagt ítrekkað til að miðar verði hættir eða hætt að nota miða, en það hefur ekki ennþá gengið, en vonandi svona innan nokkurra missera gerist það og vonandi verður það hægt að fá tilbaka líka.